Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmiðið með þessa þáttum er að ég get hjálpa þér í gegnum daginn hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða út í hreyfingu. Til dæmis úti að labba, úti að hlaupa eða úti að hjóla. En aðalmarkmiðið er að þér líður vel og þú sért ánægður þar sem þú ert núna. Að þér líður ekki illa og að þér finnst þú vera einskis virði. Það er ekki satt. Allir eru mismunandi. Mitt markmið með þessum þáttum er að hjálpa þér, eins og ég sagði, í gegnum daginn. Líka að þú getur náð í mig hvenær sem þú vilt og tala við mig hvað er ángraði og að ég náði til þín á meðan þú ert að hlusta á þættina mína. Þá líður mér vel ef þér líður vel. En við skulum ekki tafa þetta lengra og við skulum skella okkur í þátt dagsins. Komið sæl og velkomin í þátt dagsins. Í dag ætla ég að tala um það sem gerist á kraftliftingamóti sem ég var á núna í nóvember. Og það var þannig að ég var að keppa í Rúmeníu. Ég var ásamt félögum þar úti og það gekk allt vel og já. Ég hef aldrei komið til Rúmeníu og það var eitthvað von í upplifun fyrir mig að koma á stað þar sem maður aldrei komið ára og kannski aðeins öðruvísi en heldur en á Íslandi og hlutinir eru öðruvísi í Rúmeníu heldur en á Íslandi eins og það er mikil fátækt í Rúmeníu og það er sérstaklega fullt af bekklurum og fátæku fólki náttúrulega og fólki sem tekur áhættuna á að gera hluti það sem á kannski ekki að gera eins og að láta borga meira fyrir leigubíl heldur en átt að borga. En ég lenti aldrei í því. Og ekki einir heldur held ég. Þetta var voða langt ferðalag. Við byrjum að fara út á miðvikudegi og snemma með 7:40 morguninn og flugum til Dublin og vorum þar í 5 tíma á flugstöðinni og flugum svo þaðan til Rúmeníu og já, þetta var bara ágætt flug. Maður náttúrulega þreyttur eftir ferðina, ekki gispa, eftir ferðina og flugþreytt og allt og guðmund og það og var snemma að sofa. Þetta var fínt hótel, þetta var 5 stjörnu hótel og ekki dýrt að vera að því og svo bara vakna snemma næsta morgun og farið í morgunmat náttúrulega. Svo tek ég svona smá æfingu, taka æfingunni í öllum lyftunum sem ætla að keppa í og
það var bara of fínt og svo var afsakið þetta, ég ætla ekki að gespa en ég gerði það og svo var SBD búð borð og þeir sem veit ekki hvað SBD það kraftliftingar keppnisfatnaður og fatnaður sjálft og svo voru deadlift-skó, ég skal bara segja það og deadlift réttstaða, svo var það liftingaskór og svo voru vafningar og liftingabelti og guð má vita hvað. Og ég keypti einn ból, það var bólið svo mert mótinu og þetta var bara voða fínt, svo ákvað að fara í matabúð og vesla fyrir mótið og það var keypt netur og það var keypt orkudrykkir og það var keypt orkustangir þótt ég tók reyndar með mér hleðslu og svo var að kynna nýja hleðslu skýrtúpu og fyrir ekki við þetta, ég ætla ekki að gespa í allu upptökunni og ég tók náttúrulega orkustangir og allt með og guð má vita hvað það eru alltaf reglur í kraftlyftingunum að má alltaf að taka með sér hleðslu skýrtskvísur og orkustangir og nammi ég kaupa alltaf Haribo-gúmmí og tek það með á mót af því að ég lærði á góðum vinum erlendis að þú þarft að hafa kolvetni og sykur með á móti ef þú skildir fá ég veit út af mig að þetta upptökunum bara að mér að gespa já, verður með sykur og kolvetni út af því að þú skildir fá blóðsykursfall en ég tek það náttúrulega bara til varu og svo einhver súkkulaðistykki og eitthvað og ég náttúrulega ekki mikið að borða það á mótum og og við fórum í matabúð og keyptum allt og svo ákvað að fara í spa mikið aðeins vöðvana og hendurnar fyrir mótið og þetta alveg ótrúlegt að maður sé að geispa hérna og það var fara í sánuna og það var fara í heitabottin og synt aðeins og það var bara voða fínt og þetta var á 50 svo á föstudeginum þá var bara svona afslöppun og fylgjast með hinum að vera að keppa á mótinu og þannig og já svo á föstudeginum þetta var föstudeginum, svo á laugardeginum þá var stóra keppnisdagurinn runnin upp og við fyrir að mæta í vigtun klukkan 10 minni mig eða 12, ég man ekki, 10 held ég og ég mjög þetta var erfitt fyrir hérna að bíða í röð og guð má vita hvað og þetta var bara hræðilegt en þetta var ekki það slæmt og það var farið í vigtun og það var setja skoðabúnaðan hjá okkur það var þetta
Hættir alveg, þetta ekki í lagi. Þannig að fyrir ekki hvað ég gespa mikið. Og þetta var náttúrulega fyrst byrja að skoða búnaðin hjá okkur. Lyftingabelti, lyftingasokkana, singlet, ekki singlet, sem keppnisskallinn. Og bólina og skóna og lyftingaskóna og réstuskóna og vafningana. Þannig já. Svo var færi í vigtun. Og þetta var, já. Svo kom pása á milli þar sem við gátum undirbúið okkur og verið að æfa lyfturnar. Guð. Þetta bara ekki hægt. Og æfa lyfturnar og taka þyngdirnar og undirbúið sér fyrir mótið og stelpunni byrjuðu fyrst. Og meðan þau voru að keppa og það reyndi maður að fylgjast með, það var náttúrulega stór skjár þarna. Og það var að byrja á néböðinni. Og öllum gekk vel, enginn var skilinn út undan og maður fekk samkeppni vist á mótinu. Svo þegar þær voru búið með allar 3 lyftur sínar, þá komu okkur. En ég kannski best að hlaupa yfir allt. Sko meðan þær voru að keppa og ég að taka mínar lyftur. Því ég var nefnilega eini strákurinn í hópnum sem var að keppa á laugardeginum. Allir hinir strákarnir voru búnir. Og restu var bara stelpur. Þannig að ég gat tekið góða lyftur og allt. Og svo var komað mér. Ég tók mínar lyftur. Ég held ég byrjaði á 170 í néböðinni. Skítlétt, allt gekk vel í því. Síðan tók ég 180. Það gekk nú bara líka vel. Svo tók ég 185 held ég. Eða hvað var það? 185, jú. Tók það og svo kom tíminn og pása á milli. Þá gat maður fengið sér skýrskvísu eða hlæðslu orkustykki og svo byrjuðu stelpunni aftur. Það næsta var það backpressan og þarna sem var bara gekk bara vel. En ég gleymdi að segja ykkur þetta veist heimsmeistaramót í kraftlyftingum svo haldin í Rúmeníu og ég fekk þann heiður að fá að fara út í mínum fyrstu eða annars skipti á HM í kraftlyftingum og mér mikill heiður. En aftur í backpressuna. Svo þegar þær voru búin með sína 3 lyftur þá hoppuðu við strákarnir inn. Og ég byrja að taka 95 í back. Skítlétt náði upp. Tók svo 100. Það var líka skítlétt. Svo tók ég 105 held ég. Og ég náði því upp. Ótrúlega satt og náði því upp. Og þannig að ég er að fara að tjekka á því hvort að það hafi verið rétt að ég sé ekki segja eitthvað vitleysu hérna. Og það gekk bara allt óbúrslega vel í þessum backpressu dóti og allt gekk bara vel. Já, ég tók 105 og það ég náði upp og svo kom aftur 10 mínútur pása og það bara þá gat maður bara fengið svo ofan fengið svo að borða, ég man ekki hvað ég fekk mér
og ég tek líka hafraköku með mér á mót súkkulaðibitaköku. Stundum borða ég ekki alveg það. Og ég tek alltaf bara til að vara. Svo var komin að restöðinni og stelpuna bara, gengur hrikalega vel. Allir náðu lyftunum upp. Svo komu okkur. Og ég byrjaði á 170, náðu því upp. Svo var ég að sitja þarna og var að bíða eftir að ég var kallaður upp. Og var einn iðkandi frá Indlandi sem hann mista lyftinu sinni. Og þá út af því að þjálfararnir voru ekki vakandi og voru ekki að hugsa iðkandan og voru að skamma hann fyrir að missa lyftinu og lömdu hendina á honum. Og eitt þjálfarinn hjá okkur trilltist. Hún bara rauk á þjálfarana hjá Indverjunum, Indlandi, whatever, indversku þjálfarana, og hann sagði bara, svona gerir þú ekki. Þú lemur ekki hendina á iðkandinu, hann var ekki honum að kenna og ykkur að kenna. Maður gerir ekki svona. Og hún sagði með þess að hún hafði getað kært þjálfarana til IPF, sem International Powerlifting Federation, og þú mátt gera það af því þetta brot á reglum innan hjá þeim, og það var ekki gert, þannig að þau bara báðust ég veit ekki hvað að gera, en whatever. Svo fór ég í næstu lyftu og ég tók 185, náði því upp og rosa gekk það vel upp, en ég fekk samkeppni frá Indverja og svo sagði þjálfarinn minn eftir á að þjálfarinn hjá Indverjunum hefur verið að kíkja á öxlum og sjá þyngdina sem ég ætla að taka, því að þessi sem var að keppa móti mér var að taka sama þyngdur og ég. Og mér varst það bara fyrir ósanngjarnt að þetta er mína þyngdur og þetta er þyngdina sem ég ætla að taka. Ég vil ekki eitthvað sér annars að elta mig og vera að taka sama þyngdur og ég. En hvað með það? Svo fór ég síðustu lyftuna og ég ætlaði að taka 200 og hann ætlaði líka að gera það. Og ég náði ekki upp því miður og þá var hann bara rosa glaður ef að ég mistókst lyftuna. Það þýddi að hann myndi vinna mig. Mér var alveg sama. Hann gerði það. Það kom mér ekkert við hvað honum leið. En svo sagði þjálfarinn minn að kannski er þeirra líf ekkert betra. Kannski er þau ekkert gott líf eins og við. Ok, þá skildi ég þetta en samt þetta kom mér ekkert við. Og mér var alveg sama hver vann. Ég var bara að gera til að hafa gaman og keppa. Það er tilgangurinn. Og svo var koma verðlaunafhending og það var grátið saman og fallin tár og guð má vita hvað. Og allur þann pakki og náttúrulega maður var glaður fyrir félögum sínum í þessari íþrótt og sýna þeim stuðning sem ég náttúrulega gera alltaf. En það var veitt gull og það var gefið þátttökuverðlaun sem var rosa flott. Það var mynd af var náttúrulega í Transylvaníu í Rúmeníu. Þannig fengum Vlad stór pening sem var mynd af Vlad The Conqueror eða hvað hann hét í Rúmeníu sem fekk viðnafnið Dracula og hvað með það og svo var ákveðið að gefa stigabikar
Ég náttúrulega fekk bygga fyrir þriðja hæðstu stiga hæðsti iðkandinn eða keppandinn á mótinu, svo mjög mikill heiður. Og ég fekk gull og ég fekk silfur, ég fekk 2 silfur og 1 gull og svo fekk ég stigapening. Ég veit ekki hvað ég gerir marg stiga, það kannski skiptir ekki máli. En svo á sunnudaginu heldur við fórum í moll, öll saman. En fyrst fórum við fögnuðum sigrinum með því að fara út að borða. Sumir fóru á einhvern veitingastað en ég var eitthvað svo rosa þreyttur eftir mótið að ég vildi bara borða á hótelinu sem ég gerði. Og það bara gekk vel. Sunnudaginn var farið í moll, minni mig. Eða kannski var á föstudaginn, ég manna ekki alveg. Það var öll að fara á föstudaginum. Og sunnudaginn var bara afslöppun og vera að pakka niður því að við vorum að fara klukkan 2 morguninn út á flugvöll. Og það var ákveðið samt að fylgjast með hinum síðustu íslensku keppendunum að keppa á sunnudeginum. Og ég náttúrulega að gera það. Og svo voru eitthvað sem fóru öll að fara í jólamarkað en þá kom ég ljósa ekki på opmann. Það átti ekki opmann fyrir að miðvikudegi eða þriðjudegi. Þá var við náttúrulega farin. Og þarna já. Og þarna og þarna ég var á hótelinu og vorum að pakka niður og þarna og það var bara voða gaman og það var allir skemmti sig vel og ég það var bara í hálfgerð afslöpun og þarna en að því ég er að klára skólan þá tók ég náttúrulega öll námsgögnin með mér út og var að læra þarna úti líka. Þannig að ég get notað þegar ég var að hvíla mig á milli, þá gat ég verið að læra það sem ég var að læra. Og sunnudaginn var ákveð að bara fá sér bara eitthvað gott að borða, svo bara fara að sofa. Svo vöknuðum við 1 morguninn held ég og það var lagt af stað út á flugvöll svona 1:30. Allir náttúrulega dauðþreyttir eftir mótið og voru með eitthvað stýrnir undir augunum og guðum og þetta hvað. Og það var ákveðið að það var skipt niður í 3 leigubíla. Og já 3 leigubíla og guð, ég man ekki sem og svo var komin út á flugvöll og þá var ekki hægt að innrita sig fyrir 2 tíma fyrir flug og við vorum í röð í 1,5 tíma hefði ekki innrita töskurnar. Já, það var gert og bla 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 og það var að fara inn og það var að fara í öryggisgæsluna og guð má vita hvað. Og ég náttúrulega gleymdi að segja í byrjun ferðarinnar var ég rukkaður og faðir minn líka upp á 60 evrur fyrir að babbóki minn sem var með í handvarangri því við áttum að hafa all keppnistóti með okkur í handvarangri og ég þurfti að borga 60 evrur og pabbi minn líka en mér var þetta ósanngjarnt út af því að ég hafði ekki þetta tróða töskuna niður en sko þetta skiptir ekki máli, þetta er búa gert og ég borgaði bara og faðir minn borgaði og búa gert en við lentum ekki á leiðinni heim þannig sem betur fer. Svo var farið í öryggisgæsluna og það var farið yfir dótið okkar og það var farið inn og það var fengið sem morgunmat fyrir flug og
ég fekk með einhverja samloku með rauðrófum og einhverju og vatn að drekka, náttúrulega, maður íþróttamaður. Og eða gos, man ekki. Það má nú einu sinni fá sér gos. Þáttum maður íþróttamaður. Og fyllti svo vatnsflöskuna mína. Svo var farið að labba og kíkti fyrir jöfnuna og hafa ekki keypt neitt en maður skoða Svo var farið upp og beðið eftir innritinu og það var innritað í flugi og núna ég aftur að hlaupa í byrjun og svo var atvik sem skeði leiðinu út og þá vorum að fara frá Dublin til Rúmeníu og það var maður sem kveikti sígarettu á flugvells svæðinu og það var öskra á hann að slökkva á helvitis af sjóbræði sígarettunni út að það voru bensínbílar þarna og ég veit ekki hvort hann fekk að fara með í vélinni hann hafði getað verið handtekinn fólk skrítið en svona þetta bara og aftur núna á heimferð sorry hvað ég leip á milli en ég bara svona og það gekk bara vel og það var farin í vél og flogið til London og þar beðið bara í 8 tíma en við gátum ekki innrita töskunangu fyrir en 2 tíma fyrir flug og það var ekki fyrir en klukkan 3 og við vorum lent rétt 10 og það var hvað að fá sér morgunmat og það var sko fengið sér enskan morgunmat ég fekk með English muffin það svona hálfgert rúnstykki og með bacon og eggi og það var bara geggjað og eitthvað svo var bara að vera að labba og skoða í búðir og já skoða í búðir og ekki marga búðir svo var bara beðið eftir innrita og svo gátum við innrita töskun og þá gátum við farið upp og það var bara eins og ganga í moll og það var skoðað einhverja búðir og guðm og þetta hvað og það var farið á einhvern veitingastað og alltaf var maður að fylla á vatnsflöskuna sína og svo loksins gátum við farið í vélina okkar og ég var svo feginn að komast heim til Íslands þótt það var kalt þegar hún kom því ég var alveg búinn að fá nóg af ferðalaginu þannig já og ég ætla ekki að hafa þetta lengra vonandi var þetta fræðilegt og ég mun bara sjá okkur í næsta þætti eigið góðan dag og góða skemmtun bye bye Takk fyrir að hlusta. Ég skemmti mig konunglega en þú og mér fannst það voða fræðilegt sem ég var að tala í þættinum í dag. Ég vona líka að hann hafi hjálpað þér í gegnum daginn á meðan varst að hlusta á hann. En ég ætla ekki að hafa lengra og ég mun sjá þig í næsta þætti.